Í þessu myndbandi ætlum við að kynna okkur aðeins söguna hjá Skógræktarfélagi Hafnarfjarðar. Og ég með Steinar Björgvinsson, framkvæmdastjóra Skógræktarfélags Hafnarfjarðar. Og við ætlum aðeins að spjalla þessa sögu. Þessi staður hérna, hann nú svolítið áhugaverður. Já, einmitt. Hérna stöndum við einmitt hjá fyrsta trénu sem gróðursett hérna í Gráhelluhrauni vorið 1947. En félagið okkar hérna í Hafnarfirði stofnað haustið 1946. Já. Þannig að við fögnum 80 ára afmæli á næsta ári. Já. Þetta birkitré? Þetta birki sem stendur hérna norðan við stórt grenitré. Já. Þannig að það í fullmiklum skugga og það hefur kalið að brotna þarna á toppnum. Og síðan því miður líka merki þarna meindýr, birkikembu í laufinu. Og svo hefur reyniviður reyndað að sá sér hérna alveg upp í stofninn og að vaxa hérna upp. Þetta kannski, það lítur kannski ekki rosalega út, en það samt svona endurspeglar svona bara hvert skógurinn kominn. Það farin að vaxa tré hérna og það orðið svona, það er svolítið álveru. Já, jú, það orðið hart nær 80 ára gamalt. Og þetta náttúrulega ljóshelstré, þannig að það núna komið í skugga af þessu greni, þannig að það hefur sitt að segja. Já. Og svo sjálfsagt hefur þetta ekkert verið að neinu svona sérstöku kvæmi eða uppruna. Þetta bara svona dæmigert íslenskt birki sem gæti hugsanlega verið blandað eitthvað fjallarabba. Já. Men voru kannski ekkert rosa mikið að pæla í því á þessum tíma eitthvað? Það var bara svo lítið í boði af trjáplöntum. Lítið gróðurafstöðvar nema þá helst hjá hinu opinbera, Skógrækt ríkisins. Og menn reyndu sjálfsagt í upphafi að safna fræjum af svona betri trjánum. En engu að síður reyndust nú flest birkitrén kræklótt þegar þau uxu upp. En ef við förum aðeins í söguna einmitt, Skógræktarfélag Hafnarfjarðar stofnað þarna 1946 eða ekki? Jú, það stofnað þarna 1946 haustið og þetta eru nokkrir menn hérna í Hafnarfirði sem stofna félagið og markmiðið meðal annars var að því mér skilst að hreinlega framleiða timbur fyrir Hafnfirðinga, jafnvel jólatré líka og líka skapa útivistarsvæði hérna í upplandi Hafnarfjarðar. Og það byrjað sem sagt hér í Gráhelluhrauni, það auðvitað byrjað að girða því að hér var náttúrulega sauðfjárbeit hérna í öllu upplandinu eins og annars staðar á landinu. Þannig að það var byrjað á því að girða svæði hérna við Lækjarbotna, hérna nyrst og vestast í Gráhelluhrauni. Og var það, veistu eitthvað af hverju þetta svæði var valið eða var þetta bara eina í boði eða? Já, þetta var náttúrulega í samstarfi við Hafnarfjarðarbæ, bæjaryfirvöld. Það hafði komið til tals að félagið fengi svæði við Hvaleyrarvatn, hérna dálítið sunnar. En það gekk svo ekki eftir, þannig að niðurstaðan var sú að félagið fékk hérna svæði í Gráhelluhrauni. Þetta þótti náttúrulega ekki mjög fýsilegt, þetta hraun. Nei, nákvæmlega. Það þótti fýsilegra að rækta þarna í holtinu við Hvaleyrarvatn, en það gekk ekki eftir á þessum tíma. Þannig að það var niðurstaðan að félagið fékk hérna einhverja hektara í Gráhelluhrauni, skammt frá Lækjarbotnum. Og fyrstu trén eru sannarlega gróðursett hérna vorið 47. Það var enn til sjálfboðaliða gróðursetningardags. Mér skilst það að megnið af trjánum hafi verið birki sem var sett niður hérna í hraunið. Og svo seinna meir var bætt við rauðgreni, skógarfuru og bergfuru. Og það voru talsverð afföll og það ekki mikið eftir af þessum upprunalegu trjám sem voru sett niður hérna á allra fyrstu árum félagsins. Maður getur einmitt ímyndað sér þetta þetta ekkert besta svæði örugglega í sveitinni sko. En það gaman að sjá að þetta hefur nú heldur betur náð að vaxa hérna og gefur manni svolítið vonum að sé hægt að rækta skóg á erfiðum svæðum sko. Sko hraunin hraun hefur bæði sína kosti og galla. Já.
Kannski helsti gallinn er sá að það er lítill jarðvegur og það getur bara verið erfitt að stinga niður skóflu og koma niður tré í hrauni. En í svona grónu hrauni eins og hér að þá er jarðvegur sem er í sjálfu sér frjór og við sjáum það bara á undirgróðrunum. Það er mjög fjölbreyttur undirgróður hérna. Það er mikið af blómplöntum, til dæmis hrútaberjaklungur, það er líka lyng, blágresi og þess háttar. Þannig að það er ágætis frjósemi þó að jarðvegurinn sé grunnur. Og svo er skjól, því að þetta er tiltölulega úfið hraun, þannig að það skapast skjól í bollum hérna. Og annað sem maður tekur eftir að það er ekki hætta á hérna, sem sagt, að það séu frostpollar í svona hrauni. Því að kalda lofti sem safnast oft fyrir þessan á sumrin og getur valdið sem sagt, dauða á ungum trjáplöntum í bollum og lægðum. Kalda lofti hripar bara í gegnum hraunið, þannig að þó þú gróðursettir ofan í hraunbolla, þá er það ekkert vandamál þegar kemur að frosti jafnvel af sumri til. Því að kalda lofti bara fer í gegn og þess vegna er mikið af trjánum hérna einmitt í hraunbollum. Þar er líka gjarnan þykkasti jarðvegurinn, besta skjólið. Þannig hefur það þróast að flest trén sem eru hér í dag eru í hraunbollum eða svona utan í þeim, minna hérna upp á hraunkömbunum. Já, eigum við ekki bara labba aðeins og sjá, og þú ætlar að sýna mér svona aðeins hvað er áhugavert að sjá hérna? Já, akkurat. Gerum það. Eitt af þeim trjám sem er talsvert af hér er rauðgreni. Já, akkurat. Það er talsvert af rauðgreni hérna í Gráhelluhrauni og það var gróðursett talsvert af rauðgreni og skógarfuru hérna á fyrstu árunum eftir að girt er hérna í Gráhelluhrauni og Skógræktarfélagið hefst handa að gróðursetja hér. Megnið af skógarfurunni er horfið, hún er að megninu til dauð, það eru þó einhverjar eftir. Það var þá þessi furulús sem olli því að skógarfuran svona, geispaði golunni. En það er talsvert hérna eftir að rauðgreni, eitthvað af því drafst, því að rauðgreni er tré sem þarf talsvert skjól, sérstaklega í uppvextinum og líka þokkalega hlý sumur til að þrífast. En það er samt mjög gaman að það skuli vera hérna þó nokkuð stór rauðgreni ennþá og þau koma reglulega með köngla og þroska fræ og við höfum tínt hérna köngla og fengið fræ sem hefur spírað. Það hafa jafnvel fundist sjálfsáin rauðgreni hérna, ekki mikið en eitthvað. Það er miklu meira af sitkagreni og sitkabastard hérna sjálfsáið í hrauninu. En þessi rauðgreni gefa þessu svæði svo skemmtilegan svip því að rauðgreni er náttúrulega engu líkt með þessar hangandi gjarnan smágreinar og niðursveigðar greinar. Krónan er gjarnan tiltölulega grönn og barrið miklu ljósara eða gulgrænna samanborið við sitkagreni og blágreni sem hefur meira svona blágrænar nálar. Og við höfum nú tekið eitthvað af jólatrjám, þar að segja eitthvað tekið rauðgreni jólatré hérna, þannig að vallaði tímum því. En við höfum nú gert það samt. En þú varst svona að tala með hérna þessar fyrstu plöntur og þetta gekk svona misvel eða ekki? Jú, ég byrjaði nú hérna bara sem krakki sem sagt, að vinna hérna hjá félaginu á 9. áratugnum, 82. Og þá fann maður að skógræktarfólk hafði misst trúna á skógarfuru og rauðgreni og jafnvel bergfuru. Það voru mikil vonbrigði, þessar tegundir höfðu reynst illa, það hafði mikið verið gróðursett, tugþúsundir land allt og afföllin verið gríðarleg, sérstaklega á skógarfurunni en líka á rauðgreni og bergfuru. Og á þessum tíma og reyndar fyrr að þá voru að koma inn þessar tegundir sem hafa svo verið svona leiðandi í skógrækt. Það er að segja sitkagreni, sitkabastardur, stafafura, alaskaösp og svo náttúrulega rúsalerki fyrir norðan og austan.
og tekur svo alveg yfir. Já. Eru þó menn ekkert núna, því þú náttúrulega ert með gróðurhússtjórn Þöll, eru menn ekkert að rækta mikið rauðgrynni núna? Ert þú að rækta eitthvað rauðgrynni eða? Það er lítið verið bæði að framleiða rauðgrynni og gróðursetja og sjálfsagt enn minna verið að framleiða skógarfuru en samt eitthvað. Og svo ég tala bara fyrir okkur í Þöll háum við eins og ég segi safnað fræi bæði af rauðgrynni hér heima og skógarfuru hér á landi og fengið upp afkvæmi sem oft á tíðum hafa reynst vel og jafnvel betur heldur en móðutrén. Þannig að, og fyrir sko mína parta myndi ég sko alls ekki vilja hætta gróðursetningu á skógarfuru og rauðgrynni. Þó þetta verði ekki kannski lykiltré í skógrækt þá á þetta alveg heima í útivistarskógum, rauðgrynni jafnvel til jólatrjáaframleiðslu og til að bara fá meiri fjölbreytni bæði í skóglendi og jafnvel í garða. Já, það er sammála því. Ég held að þetta sé alveg tré sem að er á heima einmitt í þessum útivistarskógum. Maður sér bara hvað þetta er fallegt tré svona ásýndar sko. Það er það. Og þetta líka segir ákveðna sögu eins og hérna. Þetta er fyrsta skógræktarsvæði Skógræktarfélags Hafnarfjarðar og hér er þá mest af rauðgrynni af öllum okkar svæðum. Og einnig eitthvað af skógarfuru þó það séu orðnar ansi fáar og reyndar talsvert líka af bergfuru og fjallafuru, sérstaklega hérna sunnar á svæðinu. En síðan var bætt við sitkagrenni, sitkabastarði og stafafuru sem eru svona mest áberandi trén hérna í hrauninu núna ásamt birki. Það var gróðursett birki í upphafi og svo hefur það sáð sér út og svo eru líka svona villtir víðirunnar. En það hefur lítið sem ekkert verið gróðursett hér af lauftrjám í Grávelluhrauni nema þá birki á fyrstu árunum. Þannig að þetta er fyrst og fremst barrviðir hér í Grávelluhrauni sem spannar eitthvað um 25-30 hektara. Barrviðir og síðan birki og víðir. Þú varst að segja mér áðan, þú byrjaðir hérna eitthvað 10-11 ára, það ekki? Hvernig? Það var enda fermingarárið mitt, 1982. Þannig að þú ert búinn að vera svolítið lengi í þessu. Já, og ég er ekki búinn að vera hér í Hafnarfirði sko alveg samfellt frá 1982, ég tek það skýrt fram, en ég kom aftur. En það var þannig að sko Ólafur Vilhjálmsson, Óli Villa eins og hann var kallaður, hann var bróðir afa. Afi minn var hérna Jói Villa, en ég hitti oft Óla Villa hjá ömmu afa og hann bjó á Bólstað í Garðabæ og hann var einn af stofnfélögum Skógræktarfélags Hafnarfjarðar. Hann var fæddur í byrjun síðustu aldar og hann var hér í áraraðir hjá félaginu á sumrin með krakka frá vinnuskólanum hérna hjá félaginu í svona 2 mánuði kannski eða rúmlega það að gróðursetja og þess háttar og hann lagði grunninn að gróðrarstöðinni. Það var strax á 8. áratug síðustu aldar því að það var svo lítið framboð af trjáplöntum. Hann leik okkur grunninn að gróðrarstöðinni hérna upp á holtinu, þar sem Þöll er í dag. Og hann hvatti mig að fara í garðyrkju og skógræktarnám, hann Óli Villa. En ég ætlaði mér að vera fuglafræðingur. En svona fór það að ég endaði á að fara í garðyrkjuskólann og svo seinna í skógfræði líka. En svo þú sagðir áðan, þið eru náttúrulega ekki að gróðursetja hér eða þannig? Voðalega lítið. Það verður bara mjög lítið verið gróðursett hérna í Grávelluhrauni síðustu árin og áratugina. Eitthvað smávegis bara eins og Þöll, þynur kannski, eitthvað svona sem við höfum verið að bæta. En aðalega hefur bara verið að grisja hérna, tekið svolítið jólatré og þess háttar. Það er enda mikið sko farið hérna svæðið á hestum. Það hefur svona líka valdið því að það hefur verið svona erfiðar vik að sinna svæðina því þetta er mjög vinsælt svæði hjá hestamönnum því það er reiðgata hér í gegn og raunverulega alveg hérna í kringum svæðið allt saman.
En má ekki segja samt bara að skógurinn sé farin að sjá það sjálfur að sá sér eða? Jú, raunverulega. Og það sést mjög víða hérna í hrauninu hvernig trén sá sér út. Sjáum til dæmis hérna ofan á klöppinni hérna, hér er stafafura. Það er enda fleiri hérna í kring sem vaxa hérna bara ofan á klettum. Í nánast engum jarðvegi, bara í mosaþembu. Mér finnst það svo magna með stafafuna, hvernig hún getur bara einhvern veginn vaxið bara svona. Það er ekkert eitt hérna undir nema bara hún er ótrúlega nægjusöm. Þetta verður nú kannski aldrei mjög stórt tré sem vex bara svona á kletti. Það virðist samt rosalega heilbrigt sko. Já. Sko furan lifir í sambýli með svepprót eins og reynda flest tré. Og hún virðist vera gríðarlega nægjusöm að geta vaxið í ótrúlega rýru landi og grýttu og litlum jarðvegi. Það er með ólíkindum. Þannig að má eiginlega segja að þetta sé bara orðið villtur skógur. Sko skógurinn hérna í Gráhellurhrauni, hann lítur svo villtur út. Og ég held að komi til út af því að landið er þess eðlis að það er ekki hægt að planta hérna alveg samfellt. Því þetta er bara hraun, mjög úfið hraun með fullt af sprungum. Þannig að gróðursetningin virkar svona handahófskennt og náttúruleg og svo bætist við sjálfsáningin. Þannig að fyrir þá sem ekki þekkja til gæti þeir örugglega haldið að þetta væri náttúrulegur skógur. Þá ætlum við að segja þetta gott í þessu myndbandi en höldum áfram að skoða Gráhellurhraun í næsta myndbandi. Þannig ég hvet ykkur til þess að gera subscribe svo þið missi alveg örugglega ekki af því.